10 mínútur í 8 klukkan orðin og þá spurningin þorir þú og maður spyr þorir þú að segja nei við barnið þitt? Þetta stór spurning. Já, þetta nefnilega stór spurning og það eru sumir foreldrar sem bara hreinlega þora því ekki. Já, og af hverju ætli það sé nú að Hugo Þórisson sestur hjá okkur í flottasta borð á Íslandi? Hugo! Já, sko, það er þannig að það eru foreldrar og segja svona þora eða kannski kvíða því, finnst það erfitt, veigra sér við því og við erum þá svona bara að tala foreldra almennt, flesta foreldra og að stundum kemur það fyrir að þeir segja ekki nei. Þeir reyna að fara svona einhverja auðvelda leið. Hverjar eru ástæðan aðalega fyrir því að foreldrar Ég held að sé nú, og ég tala svolítið á heimasíðunni minni, ég held að séu mörg að því vill ekki vera leiðilegur, sem sagt. Foreldrar hafa samviskubit, þeir vinna allt of mikið og þegar börnin biðja eitthvað þá reyna þau að vilja foreldrar bæta það upp. Nú þeir eru kannski hrættir við viðbrögð barnsins, það getur farið í fílu eða orðið reitt. Garðaði í búðinu eitthvað? Já, ég meina, eða umhverfið, skilur, að þau skamma sig fyrir kannski viðbröðum í þessu umhverfi. Þannig að það er ýmsar ástæður fyrir veigra sér við því. Og en aftur á móti að þá sko eiga foreldrar líka að vita og hafa í huga að börnin vita. Og bara, sko, börnin vita að foreldrar þurfa að segja nei. Þau vilja helst ekki heyra það, þeir langar ekki til þess, þeir langar til að segja já, en þau vita að þau þurfa að segja nei. Þau reikna alltaf með því að þá nei? Já, sko, þau vita að það er möguleiki og þau vita sem sagt að þau bara tala við börnin svona fyrir utan akkurat þegar þau biðjum eitthvað að fá jógúrtuna rétt fyrir matinn eða eitthvað sem sem sagt, að þá vita að foreldrar sko þurfa að segja nei. En þeir láta reyna á það. Í fyrsta lagi þetta getur maður kennt barninu sínu að vera ekki að spurja eða biðja eitthvað ef það getur svarað því sjálft. Ef það kann að segja nei þessi sjálft. Ég meina, ég er 4 barna faðir, það er ekki skemmtilegt fyrir foreldra, fyrir feður að mæður að segja nei við börnin sín. Þannig að börnin eiga svona kannski líka svolítið að skoða, hef ég bara yfir höfuð leyfi til að setja foreldra mína aftur og aftur í þessu stöðu? Hef ég leyfi til þess að barna bara spurja, ég bara spurja, segja þau sem sagt. Mér langar að spyrja þig, á maður að segja nei stundum bara til þess að segja nei, til þess að sýna það og neitunum allt, eða á maður að segja nei þegar að manni finnst að vera rétt að segja nei? Já, og þegar þeir finnst að vera rétt, vegna þess að börnin heyra alveg munin. Finnst þér, sko, er þetta eitthvað sem foreldrarnir meina, eða eru þau að búa til eitthvað nei? Nóta valdsins? Já, valdsins vegna. Er það réttlátt? Börnin vita auðvitað líka hvað er réttlátt, þess vegna geta þau tekið neiinu. En hvað gera foreldrar? Þeir segja, við skulum sjá til seinna, býtu aðeins og skulum athuga þegar mamma kemur heim eða eitthvað, skilur, sem þýðir bara ég ætla að segja já, ég ætla bara að segja það seinna, skilur, börnin spyrja mig og segja ég skulum bara, þú veist, ef pappin segir, sko, ég skulum bara athuga þegar mamma kemur heim. Svo kemur mamma, hún segir nei, veist það gengur, og svo segir nei, þú mátt það ekki, já, en þú varst búin að lofa því. Að segja kannski, við skulum sjá til, þýðir bara ég ætla að segja já, ég ætla bara að segja seinna, það er eitt þáttur og svo heyrði ég í vetur og það er mjög gott, það er að segja þess að nei, segir bara já. Já, það er hægt að því að börn mega svo margt, þau mega fara út að leika sér, þau mega fá sér nammi og þau mega fá sér hitt og þetta og mega gera hitt á ákveðnum tímum. Gilur, ef að sitja með barninu sínu 8-9 ára eða hvaða nú er gamalt og setjapartíðin dagur að læra og barnið segir má ég fara út að leika og segir fóröldarinn já, leið og búinn. Já, einmitt. Skilur, að bara geta byrjað með já og sagt skilur, það er til staður og stund fyrir það. Í staðin fyrir að segja nei? Segja bara nei, já, nei, nú kláraði fyrst að læra, ég segi já, leið og búinn að læra. Eða má ég fá epli eða má ég fá keks eða eitthvað, já í kvöld. Góður punkt. Það segja, má ég fá nammi koma á mánudegi, þriðjudegi, miðvikudegi, fimmtudegi, föstudegi, segja, má ég fá nammi, segja, já, laugardaginn, eins og ég með tala, ég menna það er reglur hér. Skilur segja, já, af því að þau má fá nammi, en ekki núna. En auðvitað er það bara stundum sem við getum byrjað að segja já, vegna þess að barnið segir, sko, er að læra, segir, má ég fara út að leika núna, það þýðir ekki að segja já, auðvitað búinn. Þetta er möguleiki, þetta er einn af möguleikunum sem foreldrar hafa til að bregðast við þegar börnin biðja eitthvað sem að börnin náttúrulega, þú veist, eins og með námið, þau vita að klára námið, þannig að
klára að læra heima eða megi ekki bara rétt fyrir mat eða hvað sem við erum að tala fullt af hlutum, eignast hitt og þetta og svona. Og svo það sem að mér finnst svo áhugavert það að því að ég geng út frá og ég veit eftir aldarfjórðungsstarf með börnum að börn vita að foreldrar þurfa að segja nei. Á þessu augnabliki þegar þau spyrja þá langar þeim til að fá já, að þau vita eitthvað staðar í bakhauðinu að þau þarf að segja nei. Og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að foreldrar ná í þetta, hjálpi barninu til að auka mótlætaþolið, að geti tekið neginu og þegar að barni spyr má ég hitt og þetta eitthvað svona að þá, og ég veit foreldrar sem finna bara sko nú erum við þessin og þá eiga þeir bara að segja það við barnið sitt, segja einhverja setningu sem hljómar eins og viðstu bara, ég fæ bara stingi maður, finna ég kvíði fyrir vegna sem ég er svo hræddur að ef þú fær ekki svarið sem þú vilt fá að þá verður reiður verður reiður að þú fær ekki svarið sem þú vilt fá og þá eru aðeins að bíða með að segja svarið sem sagt. Barnið þarf að hafa þennan tíma til að undirbúa sig og langflestir krakkar foreldrar sem þau segja nei, ég er bara að spyrja ertu viss, verður ekki reiður að þú fær ekki svarið sem þú vilt fá nei, ok, ég ætla að segja nei þú mátt ekki fá þetta, þú færð ekki að fara eitthvað svona, verður reiður einmitt. En það er eitt með þetta, Hugo. Og hvað er maður þá búin að gera? Í þetta skipti er maður búin að hjálpa barninu sínu til að missa sig ekki, þegar það fær nei, maður er búin að hjálpa því, uppeldi gengur út á aðstoða börnin, kenna þeim, aðstoðu, fræða. Það ekki að útskýra, það er nóg að segja nei. Oft það náttúrulega nóg, vegna þess að eins og segir, börnin vita að foreldrar þurfa að segja nei. Það er ekki nei, það er að koma mat. Já, ef þau ég meina, ef að barnið segir, ó, þess vegna, allt í lagi. En ef þau nota það upplýsingarna þegar maður segir nei, það er að koma matur, já, en ég er svo samt, þau ætla ekki að nota útskýringuna en til neins. Heldur annað en til að halda áfram að skilmast það að þá og ég held að það var kannski ágætt að tækja þá umræða næst hvernig maður heldur sér við neyið sitt eða sína ákvörðun sem sagt. En foreldrar verða að þora að segja nei sem sagt. Þau þora að segja nei og það er að gera það virðingu, festu, ákveðni hlýju, væntumþykju, skilningi, þrautsið, þolinmæði, umhyggju og þetta er allt á heimasíðunum minni. En maður man ekki rullum. En kæra þakki fyrir þetta, það er greinilega mikilvægt heimverið að geta sagt nei, það er gott og uppbyggjandi fyrir börnin að fá nei. Eikur þolið.